ætlum að halda áfram í föstudagsþættinum. Næst ætlum við að tala aðeins feminisma. Við ætlum að tala Fríðu Nippul og við ætlum líka að tala það sem dálítið mikið á Twitter núna, 6-dagsleikinn og líka bara feministafélag Menntaskólans á Akureyri. Verið velkomnar, stelpur. Takk fyrir. Byrjum kannski aðeins á því, hver tilgangur feministafélags Menntaskólans á Akureyri? Bara til þess að stuðla að náttúrulega því sem að feminism stuðlar að, jafnrétti kynjanna og vekja upp líka umræður, skapa umræður og vekja fólk til umhugsunar því að það alveg ótrúlega mikið af fólki sem áttar sig ekki á því hvað þetta mikilvægt og þetta þurfi að vera til staðar í samfélaginu. Maður heyrir það að til að vera umræða í skólanum feminisma. Já, við erum með Facebook-grúppu og fólk mikið að posta inn á hana. Og svo allir á Twitter og fólk þó að þetta kom ekkert mikið upp eins og í kvosinu eða eitthvað svoleiðis, að það mikið talað þetta bara á samfélagsmiðlum. Og það virðast mjög margir vera mjög virkir, sem mjög gott, finnst okkur allavega. Hvers vegna svona mikill áhugi á þessu hjá ykkur unga fólkinu í dag? Ég held að fólk vilji bara breytingu. Já, ég held líka að fólk sé meira að átta sig á þessu. Ég hugsa alveg meira þetta núna heldur en ég gerði fyrir ári og hvað þá fyrir 3 árum. Hvers vegna? Bara það umræðan? Já, bara umræðan og einhvern veginn, maður fyrir líka... Maður átta sig á misréttinu heldur. Já, maður fyrir að finna alveg aðeins meira fyrir svona ýmsum hlutum. Eins og hvað? Hvaða mál það? Í hverju felst misréttið með ykkar augum? Það til dæmis bara eins og launamismunur kynjanna sem náttúrulega, finnst mér alveg fáránlegur að því ef kona og maður að vinna saman starfi þá ættu þau náttúrulega bara að fá jafn mikið fyrir ef þau að standa sig jafn vel. Og líka bara þessi hlutgerving á fólki. Það náttúrulega ekki bara á konum, maður þarf líka alveg að hugsa, það náttúrulega líka á körlum. Þetta þú veist, jafnréttisbaráttu fyrir báða. Feminismi snýst ekki bara að konur séu, þú veist, í góðum málum, þetta fyrir báða. En þetta náttúrulega bara heitir feminismi að því þetta var í upphafi jafnréttisbaráttu á kvenna, því að konur hafa alltaf verið svolítið undir í samfélaginu. Mér finnst kannski það sem við finnum, eða það sem ég finn mest fyrir sem svona ung, að því ég kannski finn ekki fyrir eins og launamisrétti eða eitthvað svoleiðis, en eins og í skólanum bara að þá finnst mér svona eins og strákarnir komist upp með meiri hluti í tímum. Eða þú veist, ef þeir eru að kjafta að þá eru þeir bara, þetta eru bara strákar, leyfum þeim að vera strákar. Á meðan að stelpur eru eitthvað svona pískra og hlæja þá eru það kannski skammaðar. Og svona eins og ef strákar eru alltaf að segja brandara þá eru þeir bara að finna strákarnir, en einhvern veginn finnst manni eins og stelpur verði svona pirrandi típurnar. Og þetta eitthvað sem mér finnst alveg svona, ég veit ekki, að maður hugsa kannski ekki út í það, þetta bara svona ósjálfrátt einhvern veginn. Og svo eins og Karolína var að segja með allir þessa hlutgervingu og það að einhvern veginn tengist allt kynlífi og einhverju svoleiðis, sem eiginlega bara óþolandi af því að það eins og maður þurfi alltaf að vera bara stífmálaður og eitthvað rosalega sexy í skólanum til þess að það sé tekið eftir manni. En svo það náttúrulega alls ekki að vera þannig að þetta skólinn. Og bara manneski, það kannski ekki endilega það eina sem maður vill vera. Nei, nákvæmlega. En svo náttúrulega líka öfugt eins og voru að segja að þegar strákar svo akkurat eru eitthvað líka illa eru að sýna einhverjar tilfinningar þá eru þeir bara rosalega viðkvæmir og það ekki tekið vel í það. Á meðan að stelpur komast bara kettlingar. Já. En ef við byrjum aðeins að tala Fríðu Nippul sem ætlaði allt koll að keyra hérna á dögunum. Hvað fannst ykkur það? Mér fannst þetta kom mér svona fyrst í rosalega opna skjöldu því ég var ekki búin að vera inn á samfélagsmiðlum, ég var bara búin að vera ótrúlega upptekin allan daginn og svo allt í einu var bylting hafin á Twitter sem er bara ótrúlega gott. Algjör sprengja bara. Já, þetta alveg. Líka yfir nótt því ég vaknaði og fór á Twitter og þá bara sé ég bara ekkert brjóst En hvað fannst ykkur þetta? Þetta var rosalega umdeilt. Já, þetta mjög umdeilt. Ég lenti í akkurat miklum rökræðum við til dæmis bara einhverja gamla ættingja og svona sem voru bara þvílíkt hneykslaðir. Þeir skildu ekkert neitt í neinu. Nei. En við héldum akkurat í skólanum Fríðu Nippul dag til þess að stefa þetta málefni og það var alveg nokkuð góð þátttaka. Það mætti reyndar engin berbrjóst eins og gerist fyrir sunnan, en fólk var alveg að koma í gegnsæjum bólum og brjóstahaldalaus og En svo náttúrulega getur þú stutt þetta líka þó þú ákveðir að vera brjóstahaldari. Þetta er svo persónubundið. Þetta snýst akkurat bara frelsið að geta gert bæði. Ég styð þetta en ég setti samt ekki mynda mér inn á Twitter. Þú veist, ég persónulega bara gæti það ekki, en ég samt ávist að þeim sem þorði því. En það snýrist líka var það ekki eitthvað eins og hefndarklám Já, slá vopnin úr höndum. Og það einmitt það sem mér finnst best við þetta, þú veist,
það var það sem ég svona, sem fékk mig til þess að hugsa þetta sem rosalega jákvæða byltingu einhvern veginn. Já, það kannski það sem ég held að kannski við sem erum eldri vorum örugglega mjög töluvert lengur að kannski melta hvað þetta snerist. En ég held að við höfum kannski ekki heldur áttað okkur á því hversu mikið hefndaklám. Að það að segja að það sé verið að birta með einhverjum hætti í óleyfi myndir af nöktu fólki. Já. Og hvernig það notað og hvaða áhrif það hefur og þetta sjáum við ekkert. Þið eru náttúrulega alltaf á undan að fara á það sem næst í tísku, leið og vinum loksins konu á Facebook, þá eru þið farin á Twitter. Þannig að við kannski áttum okkur ekki á því líka hvað samfélagsmiðlar eru rosalega stór hluti af lífi ungs fólks. Já, nefnilega, og getur haft akkurat svo gríðarlega skemmandi áhrif ef að það er beitt á neikvæðan hátt. Maður heyrði allavega rosalega mikið það að stelpur sem hefðu lent í þessu hefndaklámi voru svo þakklátar hinum konunum sem létu vaða. Þannig að þetta væri allt í einu kannski bara ekkert mál. Já, akkurat. Þannig að þegar Snapchat kom og fólk var að taka sér screenshot og einhver strákar svona, sendi mér nektarmynd. Það varð einhvern veginn svona, ég held að fólk hafi ekki alveg, eða stelpur áttiði sig kannski ekki alveg á því að það gátu alveg sagt nei og að ef þeir sögðu þeir væru druslur eða eitthvað fyrir að senda ekki nektarmynda sér, að þá eru þeir druslunar í rauninni. Eða það eru þeir sem eru að vera með eitthvað vesen en ekki þær. Því að það var enginn að þurfa að senda neina nektarmynd á sér nema að vilja það, skilurðu. Og svo ef þú vilt að senda kannski einhverjum einum, þá þýðir ekki að hann eigi að fara á internetið, sem síðan næsta skrif. En þetta sem núna, nú sem sagt allt koll að keyra á sexdagsleikinn, þar sem allir eru að gera sem sagt hashtag eða svona millumerki, sem stendur sex tölustafurinn og hversdagsleikinn. Og þar ég fór aðeins í gegnum þetta, þar raun og verið bara að, hvað, segja frá? Sko, þetta var hvað fyrir nokkrum dögum síðan, þá var þetta sem sagt, það var eitthvað málþing hjá kynjafræðinemum einhvers staðar í einhverjum skólum fyrir sunnan og þá var komið þessa hugmynd að koma þess á stað þar sem verið í rauninni að benda á misrétti í samfélaginu og í hversdagsleikanum, sem þetta kynjamisrétti í hversdagsleikanum og maður er ekkert búin að skoða þetta og fólk alveg að segja frá sínum upplifunum eða frá annarra eða taka dæmi og þetta alveg... Getið þið nefnt okkur eitthvað dæmin? Til dæmis... Ég sé rosa mikið af einhverjum svona stelpum sem að vinna þjónustustörf og það verið að klippa í rassana á þeim með okkur svona og því... Komið með leiðileg komment. Já, og yfirmennirnir eru bara svona, já, þetta fylgir bara starfinu þínu. Og það finnst mér svolítið svona, það er svolítið sorglegt einhvern veginn. Þetta sé bara sjálfsagt eitthvað. Ég sá líka á þessu og fór síðan og las grein örugglega á Viðskiptablaðinu í kjölfarið þar sem að það komið í ljós að stjórnendur, eða sem sagt forstjórar íslenskra fyrirtækja, að það eru fleiri forstjórar íslenskra fyrirtækja sem heita Finnur heldur en eru konur. Ég sá það líka, mér fannst það mjög merkilegt og eiginlega bara svolítið sjokkerandi. Sem heita Finnur heldur en konur, þess að allar konur, þá eru fleiri samt sem heita Finnur. Það er dálítið magnað. Þannig að það er verið að benda á svona í rauninni ýmislegt með þessu merki. Já, og akkurat hluti í hversdagsleikanum sem það tekur endilega ekkert eftir. Bara svona falin athygli. Ég sá líka heyrðu vinum og þessi sem reyndar fyrir áhugasama, þá vissi ég ekki, þegar ég er uppalinn í Reykjavík, að vinan fyrir sunnan er patronizing og þá ertu að tala niður svona, æ, vinan. En fyrir norðan, þá er þetta dálítið vinalegt að segja vinan og ég mótaðist mjög gjarnan út í mjög marga eldri kallmenn sem voru að reyna að vera þegar ég flutti norður en vinan hefur pínu ólíkan karakter þarna á milli. Það er líka bara akkurat í aðstæðum eða svona eins og hvernig það er sagt. Já, eins og akkurat ef maður er í þjónustustarfi þá er það kannski frekar eitthvað svona aðeins heyrðu vinan. Ég fikk einu svona elskan að Subway. Bara, hvað vilt í bátinn, elskan? Ég bara, já, ok. Það var mjög skrítið. Þannig að þetta er svona líka bara í hversdagsleikunum. Þannig að þó að launamálið séu kannski risamálið, þá snýst þetta líka kannski þess að minni hluti sem fólk heldur áttar sig ekkert endilega á. Svona akkurat komment, einhver orð hér og þar og sem maður hugsar ekkert en... Já, bara einhverju brandarar. Já, þeir geta alveg sagt, sko. Já, verið rosalega óviðeigandi bara. Það má náttúrulega alveg grínast, en það verður samt alveg að passa sig hvernig maður gera það og í hvað aðstæðum. Það er mjög margir sem eiga til að lítilsvirða undir bara fela sig á bakvið húmorinn og þess vegna nú sagt stundum að kaldhæðnin sé lægsta form húmors af því að þá einhvern veginn slær það vopninu höndunum að særast, þá ertu hallærislegur en kaldhæðnin er. Og líka bara það sem maður sér á internetinu því að fólk virðist þora að segja miklu meira þar.
og með einhver svona fake account, þannig að þau eru að segja það sem þau vilja en það veit enginn hver þetta er. Nákvæmlega, og svo líka hvað er miklu auðveldara að misskilja eitthvað sem er prentað Já. heldur en það sem þú segir. Já. Þú veist, ég kannski segi, heyrðu vinan, hérna viltu eitthvað og þú veist að ég er ekki að gera, af því að ég brosi og ég er, þú veist, vinalega, ég er ekki að niðurlægja þig, Já. en svo skrifarðu það og þá fylgir ekki, þess vegna erum við nú alltaf að reyna, er það ekki broskalla og Já, upprópunarmerki og akkurat. hástæði, en það vantar alla hina tjáninguna. Það er náttúrulega öll líkamstjáningi sem skiptir svo miklu máli, þannig að... Já. En ég heyri líka svona að lokum, það eru fullt af strákum í feministafélaginu að taka Já. þátt í feminismu, þetta er ekki bara... Nei. Nei, nefnilega, það gleymist alveg oft, eins og litli bróðir minn spurði mig daginn hvort að hann mætti vera með. Já. Og það er akkurat svolítið svona, maður áttar sig ekki á því að strákarnir kannski vita heldur ekkert alveg hvernig, eða hvort þeir megi vera með, svona allavega yngri. Nákvæmlega. Mér finnst kannski pínu svona kvenlegt að vera feministi og þú veist, þeir hafa þá kannski lært að þeir ekki vera kvenlegir og eitthvað svona, þannig að það getur vel verið að einhver hafi fengið þá röngu hugmynd, þú veist, að þeir séu karlmenn og þess vegna eigi þeir ekki vera feministar af því það eru konurnar sem eru að berjast fyrir þessu, en þetta er náttúrulega eins og Karolína sagði í byrjun að það er þetta jafnrétti fyrir alla. Já. Nákvæmlega. Jafnrétti og virðing og kærleikur Og ást og bara allt. Kæra þakki fyrir komuna stelpur og Takk fyrir. spjall. Takk fyrir. Og á þessum afskaplega hlýju nótum þá ætlum við að kveðja úr föstudags þættinum að þessu sinni í segi góða helgi, ástfríður og kærleikur.